hver kannast ekki við lögin Tondeleo, Litla flugan, Vegir liggja til allra átta og Dagný. Þessi lög og fleiri íslenskar perlur munu þau Hera Björk, Egill Ólafs og Stefán Hilmarsson syngja í salnum í Kópavogi helgina sem og þá næstu. En hvers vegna? Við kynntum okkur málið. Tónleikarnir eru haldnir til heiðurs Sigfúsi Halldórssyni sem hefði orðið níræður í ár. Kópavogsdagar 2010 eru tileinkaðir skáldinu og verða tónleikarnir haldnir 7. til 15. maí. Og við Hera ætlum að syngja? Já, við ætlum að syngja saman í fyrsta skipti svona þessa tónlist. Já. Við höfum bara eitthvað rokkað eitthvað bara. Já, við höfum rokkað bara eitthvað svona, gegnum tíðina. Og nú verður duglegur að syngja eftir hann. Já, ég hef sungið svolítið eftir hann. Já, það verður einhvern veginn æxlast þannig. Áttu verið uppáhaldslag eftir hann? Já, það nú alveg makalaust hvað hann hefur náð að semja, sko. Ég held að allir þeir sem fást við lagasmíðar, sko, öfundast út í fúsa, vegna þess að þessi lög eru einhvern veginn, sko, þau eru bara eins og bunulækur, sko. Það ekki, þau eru lítil lög, þau eru ekki flókin og þau eru ekki stór í sniðum, en þau eru einhvern veginn, þau samsvara sér svo vel að þetta eru bara svona í engla líki, sko. Það er erfitt að velja eitt, sko. En mér finnst nú Tondeleo alltaf dálítið smart lag, já. Ég held nú lengi vel að þetta væri bara þitt lag. Já. Já, það ekki svona, sko, maður að egna sér þetta. Hera það ekki það. Já. Það bara taka lögin og egna sér það, sko. Gera þetta rétt á meðan maður syngir. Áttu uppáhald? Sko, núna akkurat í augnablikinu á ég tvö. Það kannski lög sem ég að kynnast í fyrst skipti. Það lag sem heitir Við Vatnsmýrina. Ég þekkti það alveg en ég hef aldrei sungið það. Og annað pínulítið lag, alveg hryllilega lítið lag. Já. Sem sem sagt á dönsku heitir Sommerens sidste blomster. Já. Sommerens sidste blomster fandt jeg i dag på min vej. Jeg var den hjemme mit hjerte. Nu sender jeg dem til dig. Og það finnst mér algjör snilld. Það einhvern veginn, nei, það alveg rosalega fallegt og textinn dýrlegur og það einhvern veginn klest saman í þessar 4 eða 5 eða 6 laglínur sem þetta alveg ótrúlega einhvern veginn lítilli sögu af einhverju sem lifandi og deyr. 5 taktar eða hvað þetta svona ein blaðsíða og svo endur tekið aftur. Já. Og þetta stysta lag sem ég hef sungið hingað til. Er þetta ekki fínn undirbúningur fyrir Eurovision? Þetta flott. Þetta ennum svo ljúft í gegnum aðkerfið að þetta yndislegt. Egill, af hverju hefur þú aldrei farið í Eurovision? Já, eða sem sagðir áðan. Ég held ég segi það ekki. Hann ætlar að keppa hérna á næsta ári í Egill Ólafsson í Egilshöll. Ef þú vinnur? Já. Egill Ólafsson í Egilshöll 2011. Já, verður mikið fjör. En Ísland í dag verður þá ekki lengra hjá okkur í dag. Við sjáumst aftur á sama tíma á morgun. Þangað til verið